interesting. Yeah. Okay. Yeah, go live. No problem, you know. Hey, just wait a little. We will just put it in. Yeah. When you finish, just call me, okay? I go down with then Yeah. or maybe I'll take Olivia. Okay. Yeah, not a problem. Okay. Olivia! Við erum live, þannig að You're live. Very welcome, Skål. Be welcome to the screen. And hope everybody had a wonderful Friday. I hope everybody have a wonderful Friday. Like we have. Like always, God is good. God is good. Just waiting a little for people to come on here. Aðeins betra fólk komið hérna inn. Ég smá tíma. Hæ. Be welcome to the screen and may God bless you. And verið velkomin á skjáinn og may Guð bless ykkur. Amen. May God bless you with the words we are going to read today from the scripture. And we are in John, the Gospel of John. We are going to read today, we are going to read chapter 14 and 15 today. We are going to read. Við erum í Jónasar Guðspjalli og við ætlum að lesa 14. og 15. kafla í Jónasar Guðspjalli í dag og með þetta vera blessun til ykkar. Alltaf gott að hlusta á Guðs orð. It's always good to listen to God's words. Amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Friday. Og allir segja amen á þessu yndislega föstudegi. And like always, eins og ávallt, my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Og mín fallega kona mun byrja þetta á litri bæn. Já, elsku Jesús, leggjum þessa stundi þína hendur, Drottinn minn. Heilagur andi, bið þess og blessi varur okkar Sigga og gefur okkur frið í hug okkar og hjarta okkar og líka þeirra sem eru heima að horfa og blessur okkur öll í Jesú heila nafni. Amen. Amen. Við erum að lyfta hann upp með upp í náðuna, við erum að lyfta name of the grace. Við erum að lyfta upp Önnu, Óskari, Svani, Hafliða, Magnúsi, Valgarði, Pétri, Ágústi, Margréti, Daniel, Ásdísi, Helgu og Sveini. Yeah, we ask you to pray for these names we mention here and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to help them with what they are dealing with. And like you know, God answers our prayers og við biðjum ykkur að biðja fyrir þessum nöfnum sem við nefndum hér og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að hjálpa þeim með það sem þau þurfa hjálp með og því eins og við vitið þá svarar Guð bænum okkar. Í Jesú nafni, amen. Amen. On this beautiful Friday og verið velkomin á skjáinn. Við byrjum að heilsa ykkur öllum í Jesú nafni, amen. Now I'm gonna start to read from chapter 14 in John og ég ætla að byrja að lesa hér í Jónas Guðspjalli 14. kafla. Hjartað sakfyllist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég hef farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, vér vitum ekki hvert þú ferð
hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðursins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér þekkja föður minn, hérnum af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Orðin sem ég segi við yður, tala ég ekki að sjálfum mér. Faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannarlega segi ég yður, sá sem trúar mig, mun einnig gera þau verk sem ég geri. Og hann mun gera meiri verk en þau því ég fer til föður sín. Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gera, svo að faðirinn vegsamist í syninum. Ef þér biðjið mig eitthvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki, né þekkið hann. Því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðlausa, ég kem til yðar innan skams, mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig, en sá sem elskar mig mun elskaður verða af föður mín, og ég mun elska hann og birta honum sjálfan mig. Júdas, ekki Ísakarot. Það er ekki sem hún tók mig í gær. Tók ég ekki 14? Það er 15. Hvað við? Já, afsakið þetta. Afsakið þetta. Bara smá yfir hérna ef það kemur smá. Já. Svona Guð góður. Guð er alltaf góður. Guð er alltaf góður. Watch what you hear. Sjá. Jesus says, think heed what you hear. With a thing, Alltaf gott að hafa konuna til þess að leiðrétta sig að maður gerir eitthvað fer aftur kannski í hlutina sem að fara í. Gefið svo augnablik. Allt getur skeð þegar maður er live. Það er bara þannig. Jú. Allt getur skeð. Og það er bara gott. Sjá. Bara yfir þetta fyrir mig, hvort að við séum ekki að Jú, kafli 13 og 14 ekki þér.
Var það kafli 13, Og 14 í gær. Þannig að 15 og 16 hana. 15 og 16 í það? Já. Ok, Svo. ok. 15 og 16 í það. Já. Fyrirgefið þetta, en við vorum víst búin að lesa þetta í gær. We already written this yesterday, so chapter 14 we already written, so we are going to read 15 and 16 today. Okay. But I love reading the scripture. Amen. I love reading the scripture. Yes. That's the wonderful thing. Doesn't matter how many times I read it, always something new, always something new. In Jesus' name, amen. Amen. Enda mjög falleg orð sem ég á að lesa. Ok. Það var að viðurnar og greinarnar sem eru komið í 15. kapli. Now I'm gonna start again because I've already written yesterday. We read 13 and 14, chapter 13 and 14, and now we are in 15 and 16 in Gospel of John. Og við lásum í gær 13 og 14. kapla og lesum 15. og 16. kapla hér í dag. Í Jesú nafni, amen. Everybody say amen, amen. On this wonderful Friday, og þessum yndislega föstudegi. Verið velkomin á skjáinn. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínvirkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann, svo að hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verði ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfum sér nema hún sé í vínvinum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá sem ber mikinn ávöxt, sem er í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjörð. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum, og hann vistnar, þeim er safnað saman og varpað á eld og er brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá bið ég hvað sem þér viljið og yður mun það veitast. Með því að vegsama faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verðið læri sveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðugir í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðugir í elsku minni. Eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til þér til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta er mitt boðorð, að þér elski hvern annan eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vini mínir ef þið gjörið það sem ég bið yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna, því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir. En ég kalla yður vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég hef heyrt af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur ég hef útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér biðjuð hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður að þér elski hvern annan. Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væri þér af heiminum, myndi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum. Heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðanna,
sem ég sagði við yður, þjónn er ekki meira en herra hans, hafið þér ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafið þér varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yður. En allt þetta munu þeir yður gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, væru þeir ekki sekir synd. En núna hafi þeir ekkert til afsökunar synd sinni, sá sem hata mig, hata föður minn. Hefði ég ekki unnið meðal þeirra þau verk sem engin annar hefur gjört, væru þeir ekki sekir synd. En nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði mig og föður minn. Svo hlaut að rætast orðið sem ritað í lögmáli þeirra. Þeir hötuðu mig án saka. Þegar hjálparinn kemur, sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiksandinn útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Þér skuli einnig vitni bera því þér hafi verið með mér frá upphafi. Og hún vil bíða allir konar mína að taka við og lesa 16. kafla. Þetta hef ég talað til yðar, svo þér falla ekki frá. Þeir munu gjöra yður samkundræka, já, svo stund kemur að hver sem líflætur yður þykist verða Guði þjónustu. Þetta munu þeir gjöra af því þeir þekkja hvorki föðurinn né mig. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að þér minnist þess, að ég sagði yður það, þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt yður þetta frá öndverðu, af því ég var með yður. En nú fer ég til hann sem sendi mig og enginn yðar spyr mig, hvert ferð þú? En hryggð hefur fyllt hjarta yðar af því að ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikann, það er yður til góðs að ég fari burt því ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúða ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáu mig ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. Enn hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því að því mínu mun hann taka og kunngera yður. Allt sem faðirinn á er mitt, því sagði ég að hann tæki af mínu og kunngeri yður. Innan skamms sjáu þér mig ekki lengur og innan skamms munu þér sjá mig. Þá sögðu nokkrir lærisveinar hans síns á milli. Hvað er hann að segja við oss? Innan skamms sjáu þér mig ekki og aftur innan skamms munu þér sjá mig. Og ég fer til föðurins. Þeir spurðu, hvað merkir þetta innan skamms? Við vitum það ekki. Hvað er hann að fara? Jesús vissi að þeir vildu spyrja hann og sagði við þá, eru þér að spyrjast þá það að ég sagði innan skamms, sjáu þér mig ekki og aftur innan skamms munu þér sjá mig. Sannlega, sannlega segi yður, þér munu gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þér munu verða hryggir en hryggð yðar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðir er hún í nauð, því stund hennar er komin. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki fram að þrauta sinna af fögnuð yfir því að maður er í heimi borinn. Eins eru þið nú hryggir, en ég mun sjá yður aftur og hjarta yðar mun fagna og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segi ég yður, hvað sem þér biðið föðurinn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni, biðjið og þér munu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkominn.
Þetta hef ég sagt ykkur í líkindum, svo sú stund kemur að ég tala ekki framar við yður í líkingum. Heldur mun ég berum orðum segja yður frá föðurnum. Á þeim degi munu þér biðja í mínu nafni. Ég segi yður ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elskar faðirinn yður, þar að þér hafi elskað mig og trúað að ég sé frá Guði útgengin. Ég útgengin frá föðurnum og komin í heiminn. Ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Lærisveinur hans sögðu: Nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú vitum við að þú veist allt og þú þarft eigi að nokkuð spyrja þig. Þess vegna trúum við að þú sért útgengin frá Guði. Jesús svaraði þeim: Trúið þér nú, sjá sú stund kemur og er komin að þér tvístri hver til sín og skilji mig einan eftir, þó er ég ekki einn því að faðirinn með mér. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigi frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughreyrstir, ég hef sigrað heiminn. Í Jesú nafni, amen. Í Jesú nafni, amen. Það kom spurning hérna í sambandi við hvernig útskýrur maður að svara Já. Að framkvæma synd og fá fyrirgefningu í leiðinni. Við búum undir náð og þegar við búum undir náð og við erum undir náð Drottins og þá er það þannig að ef við gerum mistök þá fyrirgefur hann svona. Hann fyrirgefur okkur svona því hann elskar okkur mikið meir heldur en við vitum hvað þið að elska. Og það er Jesú og heilagur andi sem að starfar, hann skildi hjálparann hér eftir og þetta er hjálparinn og við lifum undir náðinni og við lifum ekki á njánum að út af hugur okkar fyrir eitthvað hingað og þangað að við getum framkvæmt synd í hug okkar en við lifum ekki á njánum að þá værum við bara á njánum alltaf og værum bara veitum öllum tímanum að biðja fyrirgefningar fyrir synda okkar. Hann fyrirgaf okkur eitt skipti fyrir öll og þá erum við undir náðinni og við erum með fyrirgefningu hans sem lengi að við erum að ganga veginn með honum og þegar hann gefur okkur þetta, við erum undir náðinni og þá er það þannig og þannig virkar náðin. Við erum ekki undir lögmáli að ef við brjótum eitthvað þá er allt farið í klessu og eins og lögmáli elur af sér synd. Þetta er því að þú brýtur eitt og þú ert búinn að brjóta allt og þá getur ekkert bætt fyrir það eins og var í Gamla testamentinu. Það reyna að gera einhverja syndafórnir og eitthvað svona. Það var ekki að ganga upp og því kom Jesú og tók Satan og kemur allt á krossinum, tekur lyklana af helvíti og kremur Satan höfuð snáksins undir hæl sér, vinnur Satan er unninn. En það sem að við sitjum uppi með er frjáls vilji sem að við erum búin að ala með okkur á allskyns ólifnaðarhætti og alls konar hlutum sem að við erum búin að mata okkur á og fýsnum og annað sem að eru hólsins fýsnar sem að við fengum. Við erum búin að vera með hana frjálsa vilja alveg frá allri tíð
öðruvísi hefði Eva aldrei geta tekið bita af eplinu ef að hún hafði ekki frjálsan vilja í aldingarðum, skilur. Þetta, ef hún hefði ekki haft frjálsan vilja þá hefði hún ekki tekið bita af eplinu. En það eru söfnuðir sem að kenna þetta öðruvísi og það er eins og við höfum ekki haft frjálsan vilja alveg frá upphafi. Við höfum alltaf haft frjálsan vilja og þannig vildi Guð hafa það. Þannig að hann skildi eftir tréð þar að við gætum farið í tréð og við gætum tekið bita af því og farið okkar veg ef við vildum fara okkar veg. Og Hólsins vegur er bara búinn að sýna okkur það að í gegnum tíðina eins og með mig sjálfan að það leiddi mig ekki á góðan stað og reiði og ýmislegt sem að kemur upp í okkur, réttlætanleg reiði eða hvernig sem við ætlum að skilgreina reiðina að það er ekkert sem heitir réttlætanleg reiði eða eitthvað neitt. Þetta er bara þetta er holdið og holdið okkar er bara þetta alltaf að steypa okkur í glötun og þannig að við getum verið og lifað í andanum með Guði og erum fókusuð þar að þá er það ekkert sem fær okkur til þess að fara út af sporinu. Það er alltaf þegar við erum í hvílu hans og erum bara að dvelja í honum og þá líður okkur best og þá erum við ekki að gera nein mistök og þannig er það bara en holdið okkar það er bara okkar böl sem að við berum og við þurfum aga og annað til þess að reyna að halda holdunni niðri að sé ekki að gera eitthvað sem að það á ekki að gera og peningar og bara með allt. Við erum svolítið að svona, það er svolítið mikið ég í okkur og viljum vera meiri og heldur en annað fólk og annað. Það er bara þetta holdlega sem við erum búin að læra í gegnum fjölmiðla og hluti sem að er búið að mata á hann í okkur og þá opnast þetta, þessi frjálsi vilja flottari bíl, vilja flottara þetta, vilja þetta, fötin er ekki nóg góð, þetta er ekki nóg gott og förum á öfundan áungan út af hann hefur það eitthvað aðeins betra en ég og eitthvað svona. Þetta er bara þetta holdlega og þetta er það sem við erum að glíma við. Það er þessi frjálsi vilji okkar en auðvitað Guð vann Satan og við erum ekkert að glíma við Satan, við erum að glíma við þennan frjálsa vilji okkar sem er alltaf að steypa okkur í glötun. Og svo, eins og ég segi, það er margir söfniðir sem eru með túlkanir eitthvað eins og þeir vilja hafa það, en það er bara þeirra og eins og ritningin segir, ég lesi aðeins hvað sem ritningin segir og hvað Guð segir hér við mig en það koma alls konar spekingar og eru að reyna að snúa út úr, taka vers, búa til eitthvað sem að þeim hentar til þess að reyna að stjórna þér og mér. Og ég er búinn að ganga þennan veg og var þarna á sínum tíma fyrir 30 eitthvað árum síðan þegar ég gekk til trúar og ég þekki þetta og ég er búinn að ganga allan þennan hring þegar ég lærði baptist pastorinn og evangelist pastorinn og svo var ég Grace pastorinn
og síðan er ég búinn að haldast við Grace og náðina og ég sýndi mér það og bara hlusta á hann og fylgja honum og það er það sem ég geri. It's like I got the question about how can we sin and get Salvation. yeah, how can we sin and get salvation at the same time we get God frees us from the sin. It's just this is our because we are under grace. That means that if we do sin, God forgives us like this, just like this. It's just we don't have to spend time on our knees like repenting, like we don't have to do this. God knows our heart and God lives in our side. The Holy Spirit is in our heart and He knows when we feel we have been doing wrong, then He knows we repent and He knows our hearts, so we don't have to be talking about every thought that goes through our minds, like being on our knees, like always, I have to repent, I have to repent. Like some churches, they teach you like you lost your salvation because you did some sin today. This is no. God, if you take God into your heart, nobody can take God away from you. Nobody can tell that because you did something wrong that you lost your belief. No. Only one that can do that is you who are listening here. There's only you who can take that decision. Like it's only me who can take my salvation away from myself. That's how it is, and that's how it works. That's the good thing about God. The Holy Spirit lives inside me, and like He lives inside you, and nobody can tell that because you did something wrong. But a lot of preachers, they teach this, like they teach like they teach you like you're half saved. Like if you take the salvation prayer, that you're half saved, and then you go like, if I've received the Holy Spirit, the Spirit, I believe in God, the Holy Spirit comes into your heart, and then you're saved. But they say you're half saved, that you don't get the Holy Spirit. What Spirit do you get inside you? You get the Spirit from God. There is only one who is working here. That's the Holy Spirit, and that's Jesus told us, I'm going to keep it. This is the helper. I'm going to leave here to help you out. That's the Spirit that comes into your heart when you take the salvation prayer. But they tell you that you have to go under the water and you have to get baptized to get the Holy Spirit. This is not right, because if you read the apostles, they just laid their hands on people and saved the people. They just made the prayer for them, and the Holy Spirit went into them
and they went on the street talking tongues, and this is in the scriptures. But people just are teaching something that is not right, and they just have it in churches like this, and this is not what the scripture tells. The scripture tells it differently, but people like. That's why we have 212 Christian churches with different things, different stories to tell how the things work. But the scripture says this. Yes. This is what you read in the scripture. So read the scripture. Don't let some man tell you how this is, how this works. You read it here. It tells you here how it works, and you read it here. This is the truth, not what people tell you. The truth is in the Bible. Amen. Yeah. In Jesus' name, amen. Og sannleikurinn í Biblíunni, og eins og margir kenna, maður sé eitthvað hálf frelsaður, að maður taki við, fari með frelsisbænina og hérna það komi, og maður sé hálf frelsaður að það komi einhver andi í mann, en maður fá ekki heilagan anda nema þegar maður skýrist í vatninu. Byrju, hvaða andi kom inn í mig? Skilja, það bara einn andi hérna, og það heilagur andi, og þegar þú játa með vöruðinum að Guð, Jesús sé Guð, og þú trúið í hjartaðinu að Jesús hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndiðina, þá kemur heilagur andi inn í þig. Amen. Það bara þannig. En fólk reynir að kenna annað og hart á sínu og vill hafa sínar kenningar, annars svo vilja vera tala það, þú fáir eitthvað 100-falt eitthvað, þú bara gróðursetji pening og fáir bara peninga upp úr garðinum, skilur, en það ekki, þú gróðursetju þetta og þá fáir þetta 100-falt tilbaka. Ég hef aldrei séð einhverja peninga gróðursetta út í garði og það kom bara 100-falt eitthvað baka peningar, en ég aftur á móti ef ég læ fræðar og þá vext tréð þar upp og það ber ávöxt og þannig eru hlutirnir, en það verið að kenna annað og það að vera að tala andlega hluti, það verið að tala að þú fáir 100-falt tilbaka andlega hluti, en ekki verið að tala hold veraldlega hluti, það verið að tala andlega hluti, blessanir, Guð mun blessa þig 100-falt. Og svo talaði 120-falt sem ritningur líka, að þegar við erum að ganga í gegnum erfiðleika, að Guð mun alltaf styrkja okkur 120% meðan við erum að fara í gegnum erfiðleikana, þó að við höldum að hann sé ferlegur, en hann býr með okkur, og þá göngum við ekki einir í gegnum erfiðleikana, hann með okkur. Og það að góða við að vera kristinn, þó við kannski höldum að við séum einir, en við erum ekki einir, við höfum heilagan anda inn í okkur. It's like the scripture says that He gives us 120% power when we are going through difficult times, because the Holy Spirit is inside us, but we can feel like we are alone fighting the battle, but we are not alone, because Jesus the Holy Spirit never leaves you. He's always in you, and He's always fighting for you, because He loves you. Og heilagur andi alltaf að berjast með þér í gegnum
vandamálin þín og það er að falla við Guð. Og Guð elskar þig, hann elskar þig og ekki gleyma því, hann elskar þig meira en allt og mikið meira heldur en við hvað við vitum hvað ást er. Much more than we know what love is because God is love. Amen. In Jesus' name. And now my beautiful wife is gonna play this in King James 16:11 and þið hérna á Íslandi að það er mjög gott að hlusta á King James 16:11. Þetta er mjög fallega skrifuð Biblía og na, meiri details í og meiri segja það er talað við sem lesum King James að við séum eitthvað kort. Hvað er í gangi? Það er búið að breyta svo mikið í Biblíunum skilur að það var allt í einu orðið King James orðið kort Biblía. Við séum eitthvað kort, við sem lesum King James því að það er búið að eiga við ritningarnar. Alveg eins og Scofield Biblían 1917 sem að gerða að gyðingu og margt rangt búið að eiga sér í sögu Biblíunar og it's like many things has been done through the history because we are supposed to be a cult because we read King James 16:11 and because we try to keep it from the original, more to the original. We can go further, 1350 scriptures. It's better to learn. We can learn if you want. You can learn through all the history. It's always good to learn. If God puts it on you, you wanna, like me, I wanna know everything about God and all His history, and that's why I like the old scriptures. And they've changed the scriptures, and like in 1917 and in 1880, 82, something like this, they started to change a lot. And in 1917 they made the Scofield Bible, and the Jewish people made that Bible, and they were perpetrating things and putting notes down and what this was supposed to mean and this was supposed to mean, and they told us this was the meaning of this and this and this. But this was made by Jewish people, not Christian people. Og eins og Scofield Biblían og gerða gyðingum og þá komu svona notes niðri og hvernig við áttum að lesa Biblíuna og hvað átti hvað að þýða og svona, en þetta var gert af gyðingum en ekki af kristnum mönnum, bara svo ég viti. Og ég get farið djúpt inn í allar svona, þetta er mitt það sem ég er búinn að læra og lagði mikla áherslu á í mínu námi að fara í sögu Biblíunnar og sjá hvað þau voru að breyta og hvað þau voru að gera í gegnum tíðina og hvað vantar inn vers og hvað vantar hluti og annað. Og það er búið að breyta miklu og orðalagi og annað. Og þannig er það alveg svo talað þegar ég kom til trúar að það geti engin breytt Biblíunni, en svo aftur á móti ef þið hlustið, ef þið takið Votta Jehóva Biblíu að þá eru þeir búin að endurskrifa Biblíuna og þetta var sagt einhvern veginn að bara þú myndir fara svona hálf í fangelsi og þú myndir gera þetta, en þeir eru búin að gera þetta. Svo það er hægt að eiga við ritið. It's like Votta Jehóva, they took the Bible and they made it themselves, and they changed the whole Bible, and everybody was like in my time when I came to salvation, that if somebody would do this, they would go to prison or something like this. But they did it, and they have their own Bible and their own scripture.
That's it. That's a very sad thing. But this is what we have to watch out. We always have to watch out for the man, like Jesus said. There is no good man, but it's only a better version of you. That's only a better version of me. But I'm a man, so I'm not perfect. So don't look up to the man, look up to God. Munið á allt, eins og Jesús sagði, það ekki góður maður. Þetta betri útgáfa á okkur með að fylgja Guði og því eigum við ekki að líta upp til mannana, heldur eigum við að líta alltaf upp til Guðs og leita Guðs og visku Guðs í öllu því sem við gerum. Því Guð opinberar okkur það með sínum heila anda. Because God always reveals everything to us through His Holy Spirit, what is right and what is wrong. So always look to God for answers. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Friday. Og allir say amen á þessum yndislega first today. Amen. 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 And now my beautiful wife is gonna play King James 16:11. So listen, and this is a beautiful scripture. We love you. Yes. Yeah. John 15. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit he taketh away, and every branch that beareth fruit he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. These things I command you, that ye love one another. If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sin. He that hateth me hateth my Father also. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin, but
but now have they both seen and hated both me and my Father. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, they hated me without a cause. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. John 16. These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. They shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. And these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me. But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you. But now I go my way to him that sent me. And none of you asketh me, Whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. A little while, and ye shall not see me. And again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, and because I go to the Father? They said therefore, What is this that he saith, A little while? We cannot tell what he saith. Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye inquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me? Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned unto joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world. And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. These things have I spoken unto you in proverbs, but the time cometh when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall show you plainly of the Father. At that day ye shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray the Father for you. For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God. I came forth from the Father, and am come into the world. Again, I leave the world, and go to the Father. His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb. Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask to thee. By this we believe that thou camest forth from God. Jesus answered them, Do ye now believe? Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken unto you, that in me
ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Amen. Amen on this beautiful Friday. Amen á þessum yndislega föstudegi. Yndislegt að hafa ykkur hér á skjánum. Og þið sem eru í góða stuðningslið hér í Grace Church Daily Prayer og við elskum ykkur og gott að fá að deila orðinu með ykkur. We love you here, the team here in Grace Church Daily Prayer. We love you, you're loyal and listening to the scriptures and going through them. Svona. Like we love going through the scriptures. In Jesus' name, amen. 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 Hope everybody is gonna have a wonderful, wonderful weekend. Yes. May this weekend be a blessing to you og may þessi helgi vera blessum fyrir ykkur. So, a lot to do as a judo champion, my youngest judo champion, my grandkids, boxers, one of the best boxers in Iceland, and it's been yndislegt að börnunum gengur vel. It's wonderful to see how your kids do, grandkids and your kids do well in sports. It's a blessing. Og yndislegt að sjá hversu barnabörnum mínum og börnunum mínum gengur vel og keppnisdagur á morgun í judo hjá minni yngstu. It's a competition tomorrow for my youngest one in judo and looking forward for that and she's excited. She loves God. She loves Jesus and that's beautiful. She always loved talking about Jesus. She's a blessing to us. Og okkar yngsta, hún alveg elskar Guð, alveg Jesú, hún elskar Jesú. Og tala mikið Jesú. Amen. 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 Ef þú ert að hlusta hér nú, þá vil ég gefa þér tækifæri til þess að stíga inn í, ef þú hefur ekki tekið það skref að játa Guðinn í hjarta þér, þá vil ég gefa þér tækifæri til þess nú að taka við Jesús inn í hjarta þér og taka við Guði og heilugum anda og þú trúir því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar og blóð hans hafi hreinsað þig á allri synd og hann hafi risið á 3. degi og hann sé lifandi í dag og þú trúir því í hjarta þér að þá lofar Guð að heilagur andi mun koma inn í hjarta þér og frelsa þig í Jesú nafni. Amen. If you're listening here today, then and you want to take the step of walking with God, and I'm going to give you the opportunity to do that. If you believe that Jesus went on the cross and he died for your sins and he cleansed you from all sin
sins with his blood. And he rose on the third day, and he's alive today. And then the Holy Spirit is going to come into your heart, and then you can pray to him, and he will help you, like we were reading here today. Yes. And he's going to help you with everything you need in life. Og eins og við lásum hér í dag, að þá lofar Guð því að þá getur þú beðið til hans og hann mun hjálpa þér á öllum þeim kringumstæðum sem þú ert að eiga við í þínu lífi. Og það hjálpar Guð þér með það. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Everybody say amen on this wonderful Friday. And so, yeah, I'm going to start this in Icelandic. So, have these words after me. Ég ætla að byrja þetta á íslensku og hafið þessi orð eftir mér. Og þetta frelsisbænin. Og ég ætla að lesa hana hér og lesa hana með mér, þeir sem að vilja taka við Guði inn í hjarta ykkar. Í Jesú nafni, amen. Jesú nafni. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú dáið á krossinum fyrir syndi mínar Ég trúi að hafa dáið á krossinu fyrir syndi mínar og að dýrmætt blóð þitt hreinsar mig af allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að þú risu upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér alla syndi mínar ég bið að fyrirgefa mér allar syndi mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnýjaði anda minn endurnýjaði anda minn og gerði mig að nýrri sköpun í þér. og gerði mig nýrri sköpun í þér. Ég opnaði hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Takka þér Jesús, Þakka þér Jesús, að fyrir blóðið þitt er í nýsköpun, að fyrir blóð þitt er í nýsköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskar af þér. og elskar þér. Í Jesú nafni, amen. Vertu velkomin í Guðs ríkið og í kirkjuna. Já. Og við sem erum trúaðir, við erum kirkjan. Amen. The people are the church. Yes. The houses are houses, God houses, but we, the people, are the church. Kirkjan er fólkið og svo eru húsin eru Guðs hús og þannig er það. Svo það er sí og seinu. So this is clear. So now I'm going to read this in English, so have this word after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sins. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to you. and live according to you, Your word, your word. thank you, Thank you, Jesus, Jesus,
that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. Everybody say amen. Og allir segja amen. Og sem yndislega firstu day. On this wonderful Friday, and have a beautiful, beautiful weekend. Hafið yndislega helgi, og may Guð blessa helgina, og may God bless the weekend. And we are gonna see you on Monday. Við munum sjást hér á skjánum á mánudeginum, og við elskum ykkur öll, og eins og Guð segir alltaf við okkur að við erum að elska hvort annað, og munið konur segir við eiginmennin ykkar að þið elskið þá, og eiginmenn segir við konu ykkar að þið elskið konu ykkar, og einnig að þið elskið börnin ykkar, og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar, og einnig biðjið fyrir náunganum og elskið náungan, og einnig elskið óvin ykkar og biðjið fyrir óvin ykkar, og þá mun svo sannarlega Guð blessa ykkur. Því við erum öll börn Guðs, við erum sköpun hans, og þar engin undanskildur, og skiptir engu hvar en við erum öll börn Guðs. And always remember, tell your husband that you love him, and the husband tell his wife that he loves her, and tell your children you love them, and pray for your family, and pray for your neighbor, and love your neighbor, and pray for your enemy and love your enemy. Then God is surely going to bless you, because we are all his children. He tells us to pray for his children, and we, as in Grace Church here in Daily Prayer, we always do this, and this is what God tells us to do, and then he's surely gonna bless you. He blesses us, and he blesses everybody that follows him. In Jesus' name, and that's how everything works. Yes. And we are gonna end this with the prayer that my wife is gonna end on, that Jesus taught us, and have a wonderful weekend. Faðir vor, Lord, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu svo í himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Haldu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. Við elskum ykkur, og ég er yndislega helgi, og við sjáumst á mánudaginn, og have a lovely, lovely weekend. And we love you from Iceland. Bye bye. Hæ. Ja. Þetta var fyrst. Íttu bara á